Sjálfstæðisflokkurinn fékk 30 milljónir í styrk frá FL Group nokkrum dögum áður en hámark var sett á framlög til stjórnmálaflokka. FL Group styrkti Sjálfstæðisflokkinn 30 milljónir króna aðeins nokkrum dögum áður en lögum var breytt hámarks framlög til stjórnmálaflokka. Skattrannsóknarstjóri hefur reikning þennan styrk meðal annars til rannsóknar. Telma Tómasson. Fréttastofan hefur séð gögn sem sýna að 29. desember árið 2006 hafi 30 milljónir króna verið yfirfærðar af reikningi FL Group inn á reikning Sjálfstæðisflokksins. Heimildi fréttastofu herma jafnframt að reikningur fyrir greiðslunni hafi ekki verið gefin út fyrir en einhverjum mánuðum síðar eða þegar nokkuð var liðið á árið 2007. Hannes Márusson, þáverandi forstjóri FL Group, mun hafa gefið vilyrði fyrir greiðslunni samkvæmt sömu heimildum. Málefni FL Group nú til rannsóknar hjá skattrannsóknarstjóra og reikningurinn meðal þess sem þar til skoðunar. 1. janúar 2007, fáeinum dögum eftir millifærsluna, tóku gildi lög að stjórnmálaflokkum væri óheimilt að taka við hærri fjárstyrkjum en sem næmu 300.000 krónum frá einstökum lögaðila. Andri Óttarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, segir að flokkurinn hafi ekki frekar en aðrir flokkar verið með opið bókhald fyrir þann tíma. Flokkurinn hyggist að svo stöttu ekki tjá sig einstök fjárframlög til flokksins sem áttu sér stað fyrir setningu lagana. Kjartan Gunnarsson, einn helsti bandamaður Davíðs Oddssonar, fyrrverandi formanns Sjálfstæðisflokksins, var nýhættur sem framkvæmdastjóri flokksins. Eftirmaður hans hefur því væntanlega veitt fjárstyrk FL Group viðtöku. Rifja má upp að Davíð líkti FL Group meðal annars við bandaríska stórfyrirtækið Enron og fjármálahneyslið í kringu það á sínu tíma og nefndi félagið Flenron. Því má jafnframt halda til haga að Baugur var á þessum tíma í hópi helstu hluthafa í FL Group. Telma Tómasson sagði frá og það skal tekið fram að Jón Ásgeir Jóhannesson, einn stærsti hluthafi FL Group, aðaleigandi 365 miðla sem rekur meðal annars Stöð 2. FL Group styrkti Sjálfstæðisflokkinn 30 milljónir króna nokkrum dögum áður en lög hámarksframlög til stjórnmálaflokka tóku gildi. Þetta kom fram í fréttum Stöðvar 2. Í fréttinni kom fram að skattrannsóknarstjóri hefði reikning þennan styrk til rannsóknar. Ekki hefur náðst í skattrannsóknarstjóra, en Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttamaður á Alþingi og hjá honum Illugi Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Jú, þetta rétt, Páll. Eins og framkom í inngangi þá hefur ekki náðst í Bryndísi Kristjánsdóttur skattrannsóknarstjóra til þess að fá þetta staðfest, en Illugi Gunnarsson, þú ert varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins, svona greiðsla eðlileg? Já, við Sjálfstæðismenn stóðum að því með öðrum stjórnmálaflokkum að setja einmitt reglur framlög til stjórnmálaflokkana. Ég held að það hefur alveg full ástæða til að gera það. Það var ákveðið að setja ákveðið þak á það hversum fyrirtæki mættu setja mikla peninga til stjórnmálaflokkana og tryggja það að þetta væri gegnsætt, þannig að menn sæju nákvæmlega hvaða fyrirtæki væri að styðja hvaða flokk. Og við höfum mikla forgöngu þetta mál, við vildum að þessi mál væri alveg skýr. Síðan hitt að fram að þeim tíma giltu ákveðnar reglur stjórnmálaflokkana og fjármál þeirra og ég síðan get ekki tjáð mig frekar þetta sem þú spyrðum, ég þekki ekki það meira en svo akkurat þetta að regluna voru settar með þessum hætti og ég tel að það hefur verið í góða í málunum. En geturðu staðfest að þessi greiðsla hafi farið þarna á milli? Nei, það get ég auðvitað ekki. Ég þekki ekki þetta þannig til að geta svarað þessu. Fram að þessum tíma, þar að segja þangað til að lögunum var breytt, þá var bókhald stjórnmálaflokkanna lokað og það var heldur ekkert fyrir mig eða einhvern annan að sjá inn í það bókhald. Aðalatriðið var þetta að lögunum var breytt með þessum hætti. Það væri sett hámark á það sem hvert fyrirtæki mætti greiða til flokkana og að þetta væri allt saman gert gegnsætt, þannig að maður getur séð það nákvæmlega. Og ég held að það hefði verið mjög jákvætt skref. Uppnám í Sjálfstæðisflokknum vegna 20 milljóna styrks frá FL Group. Geir H. Haarde segist einn bera ábyrgð á málinu. Geir H. Haarde, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, segist einn bera ábyrgð á því að hafa tekið við 30 milljóna króna styrk frá FL Group fyrir hönd flokksins. Telma Tómasson. FL Group veitti Sjálfstæðisflokknum 30 milljóna króna fjárstyrk 29. desember árið 2006. Forysta flokksins hefur setið á fundi vegna málsins í dag, en yfirlýsing barst frá Geir H. Haarde, fyrrverandi formanni flokksins, nú rétt fyrir fréttir. Þar segir meðal annars: Með vitund og vilja mínu var haustið 2006 ráðist í mikið átak til að rétta við fjárhag Sjálfstæðisflokksins í samræmi við þær reglur fjármál stjórnmálaflokka sem þá var unnið eftir. Komu þar fjölmargir að verki. Eitt framlag til flokksins frá þessum tíma hefur að undanförnum verið sérstaklega til umfjöllunar, þar að segja framlag frá FL Group seint í desember 2006.
Núverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins sem þá var nýkominn til starfa hafði ekki frumkvæðið eða sérstakan atbeina þessari greiðslu. Ég samþykkti að við henni skildi tekið, enda fylgdi henni sú skýring að hér væri að ræða framlag margra aðila sem umrætt fyrirtæki sæju að koma til skila. Ég ber því sem formaður flokksins á þeim tíma einn alla ábyrgð á þessu máli. Framkvæmdastjóra flokksins, núverandi og fyrrverandi bera hér enga ábyrgð, segir í yfirlýsingu Geirs Haarde. Sagði Telma Tómasson. Nú Sjálfstæðisflokkurinn fékk 25 milljónir króna frá Landsbanka Íslands sama ár og flokkurinn þáði 30 milljónir króna frá FL Group. Flokkurinn segir í yfirlýsingu sem var að berast nú rétt í þessu að styrkirnir samtals 55 milljónir króna verði endurgreiddir. Í yfirlýsingunni sem frá nýrri forystu flokksins segir að styrkirnir verði endurgreiddir. Þá ætlar flokkurinn jafnframt að opna bókhald sitt og birta upplýsingar alla styrki umfram 1 milljón króna á árinu 2006. Einn af helstu framamönnum í Sjálfstæðisflokknum segir styrkin frá FL Group fyrir neðan allar hellur. Hann hefði aldrei tekið þátt í að þiggja hann. Telma Tómasson. Fréttastofan hefur rætt við ýmsa þingmenn, fyrrverandi ráðherra og aðra forkólfa Sjálfstæðisflokksins í dag, en enginn þeirra segist hafa vitað styrkin frá FL Group. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, kom á fjöllum. Ég hef ekkert þetta að segja. Á miðstjórnarfundi Sjálfstæðisflokksins 3. október 2006 lét ég af störfum sem framkvæmdastjóri flokksins. Eftir þann tíma hafði ég enga milligöngu fjáröflun fyrir Sjálfstæðisflokkin. Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson, einn af helstu stuðningsmönnum Davíðs Oddssonar, segist hafa hætt í fjármálaráðinu sem sér fjáröflun þegar Davíð lét af formennsku í flokknum árið 2005. Ég hefði aldrei tekið þátt í því að taka styrk frá þessum mönnum. Þetta kemur á óvart og fyrir neðan allar hellur. Þetta í andstöðu við allar línur sem voru lagðar hér á árum áður, engum hefði dottið þetta í hug. Fréttastofan bankaði upp á hjá Davíð Oddsssyni en hann vildi ekki tjá sig og Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður sagðist ekkert hafa vitað málið. Pétur Blöndal, þingmaður flokksins, barðist mjög fyrir því á sínum tíma að leynd í kringum fjárreiðu stjórnmálaflokka yrði aflétt og hann segir þingmenn enga vitneskju hafa fjáröflun. Hann bendir á að FL Group hafi ferið á hliðina meðan Sjálfstæðisflokkurinn var við stjórn. Eftir að ákveðið var að ríkið keypti Glitni, þá hófst atburðarráð sem olli því að FL Group fór á hausinn. Þannig að þessi styrkur hefur ekki hjálpað þeim. FL Group styrkti Sjálfstæðisflokkinn 30 milljónir króna 29. desember árið 2006, aðeins nokkrum dögum áður en að lög hámarksframlög til stjórnmálaflokka tóku gildi. Geir H. Haarde, fyrrverandi formaður flokksins, segist hafa samþykkt fjárstyrkinn og hann beri einn ábyrgð á málinu. Sama sé að segja 25 milljóna króna framlag frá Landsbanka Íslands á sama tíma. Sjálfstæðisflokkurinn hélt 2 klukkustunda langan miðstjórnarfund í dag þar sem styrkur FL Group til flokksins var ræddur. Kjartan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins áratuga skeið, segist ekki bera neina ábyrgð á að veita viðtöku 30 milljóna króna styrk FL Group til flokksins þann 29. desember 2006. Hann hafi ekki séð neina fjáröflun fyrir flokkinn eftir að hann lét af störfum þann 3. október sama ár. Andri Óttarsson tók við stöðu Kjartans og gegnir henni enn. Í viðtali við Geir H. Haarde við framkvæmdastjóraskiptin segir Geir að þeir Kjartan og Andri munu starfa hlið við hlið hríð. Þetta nú bara samkomulag að hafa þetta svona og hann ekkert að hætta í kvelli. Hann verður hér framkvæmdastjóri næstu vikurnar meðan hann að setja sig inn í verkið og við gerum þetta svona bara þægilega fyrir alla. Geir H. Haarde, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, segir í yfirlýsingu hafa samþykkt fjárstyrkin og beri einn ábyrgð á honum. Sama sé að segja 25 milljóna króna framlag frá Landsbanka Íslands á sama tíma. Geir hafði ekki tök á því að veita viðtal þar sem hann í Hollandi vegna krabbameinsmeðferðar. Forsvarsmenn annarra stjórnmálaflokka hafna því alfarið að ámóta háir fjárstyrkir og 30 milljóna króna styrkur FL Group hafi borist þeim. Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Samfylkingarinnar, ætlar að beita sér fyrir að upplýst verðum styrki til flokksins fyrir 2006 og trúnaði aflétt þar sem það á við. Henni ekki kunnugt að flokkurinn hafi fengið styrk frá FL Group. Ég hef enga trú á því, þetta hlýtur af eitthvað sérstakt sko, svona háir styrkir renni frá einu fyrirtæki og kannski ekki tilviljun að fara í Sjálfstæðisflokkin og það auðvitað staðfestir það sem ég er búin að halda fram í 1,5 áratug að fyrir löngu síðan hefði verið átt að vera búið að opna bókhald stjórnmálaflokkana og upplýsa styrki og sem betur fyrir að það náðu við því fram á árinu 2007 en mér skilst að þetta hafi verið áður árið 2006 þannig við skulum vona að þetta heyri fortíðin til.
Í yfirlýsingu frá nýrri forystu Sjálfstæðisflokksins segir að flokkurinn muni endurgreiða styrkinn frá FL Group og sömuleiðis styrkinn frá Landsbankanum. Samtals hljóða þessi styrkir upp á 55 milljónir króna. Þá verður bókhald Sjálfstæðisflokksins yfir alla styrki lögaðila sem nema hærri upphæðin 1 milljón króna á árinu 2006 opnað. Nýrri forystu flokksins var ekki kunnugt styrki fyrrnefndra fyrirtækja og harmar að gengið hafi verið fram með þessum hætti. Fullyrt að Kjartan Gunnarsson hafi vitað af ofurstyrkjum til Sjálfstæðisflokks en hann var prókúruhafi til 4. janúar 2007. Sjálfstæðisflokkurinn í upplausn vegna ofurstyrkja FL og Landsbanka og háværar raddir að menn sæti ábyrgðina flokksins. Enginn í forystu Sjálfstæðisflokksins eða starfsmenn hans að Geir H. Haarde undanskildum kannast við að hafa óskað eftir 20 milljóna í styrk frá FL Group og Landsbankanum. Fullyrt að Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, hafi vitað af styrkjunum í árslok 2006 en hann fer undan í flæmingi þegar það borið undir hann. Guðjón Helgason með þessa frétt. Kjartan Gunnarsson lét á störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í október 2006 en starfaði við hlið núverandi framkvæmdastjóra til 4. janúar 2007 og var til þess tíma prókúruhafi á reikningi flokksins. Eftir að Stöð 2 upplýstu styrkina og forysta flokksins hefur gengist við þeim, hefur enginn í forystu flokksins né í starfsliði hans viljað gangast við því að hafa beðið þessi fyrirtækjum styrkina sem voru veittir skömmu fyrir áramótin 2006 til 2007. Ýmsar heimildir fréttastofunnar herma að Kjartan hafi vitað af styrkjunum fyrir áramótin en hinn 1. janúar 2007 tóku gildi lög sem bönnuðu stjórnmálaflokkum að taka við svo háum styrkjum. Kjartan svarar því ekki beint þegar hann spurður hvort hann hafi vitað af styrkjunum. Fréttastofa hefur heimildi fyrir því að þú hefur setið fundi þar sem gengið var frá ársreikningi Sjálfstæðisflokksins fyrir árið 2006. Er það rétt að þú hefur ekki vitað af þeim styrkjum sem hafa verið til umræðu núna síðustu daga þó þú hefur setið slíka fundi og hafandi einnig verið prókúruhafi flokksins til ársloka 2006? Ég hef sagt það margsinnis að ég hef ekki átt atbeina af fjáröflun af vegum Sjálfstæðisflokksins eftir 3. október 2006. En hvenær vissirðu af þessum styrkjum, þessum tveimur styrkjum sem hafa verið til umræðu frá Landsbankanum og FL Group? Ég veit ekki betur en að ég hefi sagt frá því líka. Ég hefi heyrt af þessum styrkjum í fréttum eins og flestir aðrir. Þannig að þú vissir ekki af þessum styrkjum fyrir en að fréttastofan greindi frá þessu núna í vikunni? Ég held ekki, nei. Okay. Þannig að þú hefur aldrei setið fundið þar sem að þessir styrki hefur búið á góma? Ég hef ekki átt neinn atbeina að því að afla þessara styrkja eða fjallum þá. Þetta var Kjartan Gunnarsson í samtali við Guðjón Helgason. Mikil reiði meðal sjálfstæðismanna vegna viðtöku styrkjana frá Landsbankanum og FL Group. Háværar raddir eru að menn innan flokksins sæti ábyrgð. Guðlaugur Þór segir ábyrgðina ekki liggja hjá sér, ljóst sé hverjir tóku á móti styrknum. Guðný Helga Herbertsdóttir segir frá þessu. Kjartan Gunnarsson og Guðlaugur Þór Þórðarsson sátu í nefnd allra stjórnmálaflokka fjárframlög til þeirra. Geir H. Haarde veitti nefndinni forystu en hann hefur nú tekið opinbera ábyrgð á því að flokkurinn veitti styrkjónum viðtöku. Í Morgunblaðinu í dag fullyrt að Guðlaugur Þór hafi haft forgöngu að útvega flokknum styrki frá FL Group og Landsbankanum upp á 55 milljónir króna í árslok 2006. Honum hafi þó ekki verið kunnugt upphæðina. Hann hafi boðið Andra Óttarsyni, þá nýjum framkvæmdastjóra flokksins, að hafa milligöngu styrki frá 10 fyrirtækjum sem hvert sig myndi leggja til 3 milljónir króna, þannig að undir forystu FL Group fengist 30 milljónir króna í flokkssjóðinn. Guðlaugur Þór sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segir frétt Morgunblaðsins ranga. Hann hafi ekki óskað eftir styrk frá neinu ákveðnu fyrirtæki eða einstaklingi til Sjálfstæðisflokksins. Hann hafi einungis hvatt nokkra einstaklinga til að aðstoða við átaki við að rétta við fjárhag flokksins. Það bara menn sem hafa komið að fjáröflun innan flokksins langar hríð og hvatti þá til þess að taka þátt í þessari söfnun. Getur þú nafngreint þá? Ég gæti það auðvitað en ég ætla að láta það eiga sig eða liggja milli hluti í bili. Talaðir þú við Hannes Smárásson eða Sigurjón Þ. Arnórsson á þessum tíma? Ég þekki Hannes Smárásson nákvæmlega ekki neitt og þekkti hann ekkert á þeim tíma og hafði ekki talað við hann. En Sigurjón Þ. Arnórsson hef ég náttúrulega þekkt í langa tíð en ég fór ekki fram á neitt styrk við hann.
Þú ræddir ekki við Sigurjón styrkveitingar til Sjálfstæðisflokksins á þessum tíma? Ég man ekki nákvæmlega orðalega en ég bað ekkert fyrirtæki styrk. En rædduðu styrkina saman? Ég ræddi ekki við Sigurjón einstaka styrki. Guðlaugur segir ábyrgðina ekki liggja hjá sér. Það alveg ljós hverjir tók á móti styrkjunum og hverjir ber ábyrgð á þeim. Hvað finnst þér sjálfum þessa styrki? Ég sammála nýjum formanni að það sé skynsamlegt, það hefði ekki verið skynsamlegt að taka á móti svona stóru styrkjum. Hvenær vissir þú af styrkjunum? Ég fekk nú svona staðfestingu á því núna í þessu fréttaflutningi sem hefur verið í gangi núna þessa styrki. Hafðirðu enga vitneskju styrkina fyrir þann tíma? Ég vissi ekki af stærðum þessara styrki og veit ekki einstaka styrki og ekki vita einstaka styrki sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið. En þú vissir að þeir hefðu, FL Group og Landsbankinn hefðu veitt Sjálfstæðisflokki einhvern styrk, bara ekki upphæðina? Ég svo sem geti ímyndað með það að mjög mörg fyrirtæki landsins styrki Sjálfstæðisflokkinn. Guðlaugur Þór var stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur en nokkrum mánuðum eftir að styrkurinn var veittur hófust sameiningaviðræður Reykjavík Energy Invest sem var dótturfélag Orkuveitunar og Geysys Green Energy sem var á stórum hluta í eigu FL Group. Guðlaugur segir að það sé engin tenging milli reymálsins svokallaða og styrksins. Ég vil hvetja fólk til að skoða aðkomu mína rey, menn annar borða að spyrjast fyrir það. Þrátt fyrir að Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins hafi þegar gefið út að styrkinir verði endurgreiddir og bókhald flokksins fyrir árið 2006 verði opnað, mikil reiði meðal Sjálfstæðismanna vegna málsins. Dögg Pálsdóttir sem var í framboði í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins fyrir stuttu segir á bloggi sínu í dag að viðbrögð Guðlaugs Þórs og það að Geir H. Haarde taki einn á sig sök bendi til þess að einhverjum þáttum málsins hafi verið sópað undir teppið. Það sé barnaskapur að halda að það muni takast. Dögg segir að ljóst sé að einhverjir þurfa að taka pókar sinn og hverfa af vettvangi. Undir þetta tekur Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst þetta bara ömurlegt. Ömurlegt að á sama tíma og verið að setja lög um fjárreiði stjórnmálaflokka að þá skuli einstaklingar í Sjálfstæðisflokknum ganga fram með þessum hætti. Við erum nýbúin að ljúka landsfundi og þá dúkkar þetta upp. Það er ekki heiðarlegt og hreinskiptið og það er alveg ljóst í mínum huga að þeir sem að þessu komu með einum eða öðrum hætti þurfa að axla ábyrgð á þessum gjörðum sínum. Og meira af þessu máli. Nú skömmu fyrir fréttir náðum við tali af Bjarna Benediktssyni formanni Sjálfstæðisflokksins sem segir að það komi fjárhagslega illa við flokkinn að þurfa að endurgreiða styrki frá FL Group og Landsbanka en flokkurinn hafi hins vegar ekki efni á að endurgreiða þá ekki. Hann segist sár og svektur yfir því að þetta mál kom upp. Heimir Már Pétursson. Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins vísar til yfirlýsingar Geirs H. Haarde fyrrverandi formanns sem sagst hefur bera ábyrgð á þessum tveimur umdeildu styrkjum. Auðvitað liggur það fyrir að það voru upplýsingar á skrifstofu flokksins að greiðslan hefði borist. Átti þá ekki framkvæmdastjórinn fyrrverandi til dæmi sem hafði prókúr hjá flokknum til 4. janúar 2007 að hafa vitið af svona stórum fjárhæðum? Og jafnvel núverandi framkvæmdastjóri? Já, ég vil vísa þessa ábyrgð sem að þú varst þarna að fjalla til yfirlýsingar Geirs H. Haarde sem að var formaður flokksins á þessum tíma. Hann segist hafa tekið þessa ákvörðun. En hefur það þá verið Geir H. Haarde sem bað styrkina líka? Óskaði eftir þeim? Nei, ég hygg að hann hafi ekki verið sá sem að óskaði eftir styrkjónum. Bjarni segir að það hefur verið óbreyttir flokksmenn en ekki kjörnir fulltrúar sem óskuðu eftir styrkjunum. Já, ég hef aflað mér upplýsingar það og það eru aðilar sem voru að starfa fyrir flokkin að fjáröflun. Þarf ekki að upplýsa það opinberlega hvað aðilar það eru? Það eru aðilar sem voru að starfa á vegum flokksins í fjáröflunar skyni og sem slíkir þá eru þeir ekki að starfa sem kjörnir fulltrúar, heldur sem flokksmenn og félagsmenn í Sjálfstæðisflokknum og ég tel að sé á sinn hátt ekki nauðsynlegt að það verði gert opinbert. Hann segist hundóanaður með þessa þróun mála. Þetta gefur það auðvitað, ég er hundóanaður með þessa þróun. Ég er sár og ég er svektur. Ég ætla ekki að láta þetta beygja mig. Nú ætlum við að snúa bökum saman, Sjálfstæðismenn, vinna okkur út úr þessari stöðu. Ég hef sagt það frá upphafi þessarar vegferðar minnar þegar ég ákvað að gefa kost á mér bæði í mínu kjördæmi og til formennsku fyrir flokkinn
að ég teldi meginverkefni vera það að endurheimta traust kjósenda gagnvart flokknum. Þetta mál ekki að hjálpa til við það verkefni. Bjarni segir að það komi illa við flokkinn fjárhagslega að greiða þessa styrki tilbaka. Að sjálfsögðu kemur það mjög illa við flokkinn, en ég segi það skiptir ekki máli hvort flokkurinn hefur almennilega efni á þessu, vegna þess að hann hefur ekki efni á því að gera þetta ekki. Hann greiðir tilbaka þessa styrki. Heimir Már ræddi við Bjarna Benediktsson formann Sjálfstæðisflokks nú rétt fyrir fréttir. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðismanna og fyrrverandi heilbrigðisráðherra neitar því að hafa haft forgöngu 20 milljóna króna styrki FL Group og Landsbanka Íslands til Sjálfstæðisflokksins. Hann segir málið ekki breyta pólitískri stöðu sinni. 9 dögum áður en FL Group styrkti Sjálfstæðisflokkinn 30 milljónir króna óskaði Glitnir eftir viðræðum við einkavæðingarnefnd kaup á hlut ríkisins í hitaveitu Suðurnesja. FL Group var kjölfestufjárfestir í Glitni. Mikil óánægja í Sjálfstæðisflokknum með styrkveitingu frá FL Group og Landsbankanum upp á 55 milljónir króna. Guðfinnur, þú hefur rætt við sjálfstæðismenn þetta mál í dag. Já, ég rætti meðal annars við Ragnheiði Ríkharðsdóttur þingmann flokksins og hún segir einfaldlega það verður að gera þessi mál upp að fullu, annars getur flokkurinn ekki farið í kosningar. Það er auðheyrt á sjálfstæðismönnum að þeir eru daprir yfir þróun mála enda var flokkurinn í mótvindi fyrir. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðismanna og fyrrverandi heilbrigðisráðherra neitar því að hafa haft forgöngu 30 milljóna króna styrk frá FL Group og 25 milljóna króna styrk Landsbanka Íslands til Sjálfstæðisflokksins í árslok 2006. Fullyrt að Guðlaugur Þór Þórðarson, alþingismaður og fyrrverandi heilbrigðisráðherra hafi haft forgöngu að Sjálfstæðisflokkurinn fengi 20 milljóna króna styrki frá FL Group og Landsbankanum í árslok 2006. Kjartan Gunnarsson var framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins frá 1980 til 3. október 2006 og sá fjáröflunarmál flokksins. Hann sat sömuleiðis í bankaráði Landsbankans frá árinu 1992 til 2006 og var varaformaður þess. Kjartan fullyrt í hádegisfréttum RÚV í dag að hann hafði hvorki vitneskju né forgöngu 25 milljóna króna styrk Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins og ekki vitað af styrk FL Group til flokksins. Guðlaugur Þór Þórðarson neitar því alfarið að hafa haft forgöngu styrkina. Nei, ég hafði það ekki. Hver hafði þá forgöngu að flokkurinn fengi þessa styrki? Ég sjálfur sér þarna ekkert inn í þeim málum. Það liggur alveg fyrir hver tekur á móti styrkjunum og gengur frá þeim. Og það ekki sá sem hér stendur og eins og allir vita sem vilja vita eitthvað málið. Áttu þá við þáverandi framkvæmdastjóra og formann flokksins? Já, það náttúrulega hefur komið bara yfirlýsing frá formanni flokksins málið sem skýrir þetta. Í yfirlýsingu þinni veltir þú þér fyrir þér hvaða hvatir liggi að baki ásökunum það að þú hafðir haft forgöngu þessa styrki? Já, þetta vakti nokkur athygli þessa frétt og sérstaklega í ljósi þess að það var ekki neitt haft sambandi við mig í tengslu við hana. Og það ekki eins og svo sem að það skrifaði hafi ekki númeri hjá mér. En þetta nú ekki fyrsta skipti sem að fær sendingar úr þessar átt. Úr þessar átt áttu við hvað? Já, menn vita alveg hvað ég á við. Menn ekki þurfa ekkert annað að skoða Morgunblaðið. Hann segir að staða sín sem stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur hafi ekki skarast á við styrkveitingu FL Group. Það þá misskilningur að með þessum háa styrk FL Group til Sjálfstæðisflokksins hafi þeir verið að liðka fyrir sínum hagsmunum í því sem á eftirfylgdi með Geysir Green Energy og Reymálinu. Já, þú náttúrulega að spyrja aðra en mig að því. Þín staða sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður, geturðu haldið þeirri stöðu áfram eftir þetta mál? Ég tel svo vera. Það liggur alveg fyrir að ég búin að upplýsa þetta mál þar sem að snýra mér og ég var náttúrulega kosin af fólkinu til þess að gegna þessari stöðu. Það vekur athygli að þessir atburðir gerast við upphaf einkavæðingar í orkugeiranum. Glitnir sendi framkvæmdanefnd einkavæðingu bréf sem tekið var fyrir 20. desember 2006 og þar kom fram áhugi á kaupum á hlut ríkisins í hitaveitu Suðurnesja. FL Group var þá kjölfestu fjárfestir í Glitni og höfðu fjármálafyrirtækin mikinn áhuga á að hasla sér völl á orkumarkaði. 9 dögum síðar styrkti FL Group Sjálfstæðisflokkinn 30 milljónir króna. Í fundargerð einkavæðingarnefndar sem fréttastofan hefur undir höndum greint frá bréfi Árna M. Mathiesen fjármálaráðherra og Jóns Sigurðssonar iðnaðar- og viðskiptaráðherra þar sem nefndin falið að taka til meðferðar sölu á öllum hlutabréfum ríkissjóðs í hitaveitu Suðurnesja.
Starfsmönnum var falið að undirbúa verklýsingu og gerð auglýsingar fyrir útboð á ráðgjöf í því sambandi. Fundurinn fór fram 20. desember 2006 og sá fyrsti þar sem einkavæðingarnefnd ræðir sölu ríkisins á hlutnum í hitaveitunni. Samkvæmt fundargerð kemur strax þá fram áhugi Glitnisbanka og viðræðum kaup á hlut ríkisins í fyrirtækinu. Á fundunum voru kynnt drög að svari, þar sem fram kemur að ekki verði gengið til viðræðna við áhugasama aðila fyrr en fyrir liggi hvernig að sölu verði staðið. Fundin sátu auk annara Baldur Guðlaugsson formaður einkavæðingarnefndar og ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og Illugi Gunnarsson, nú alþingismaður. 9 dögum síðar greiðir FL Group Sjálfstæðisflokknum 30 milljónir króna í styrk. FL Group var á þessum tíma kjölfestu fjárfestir í Glitni. Viku eftir að styrkurinn var greiddur eða þann 5. janúar 2007 stofna Glitnir og FL Group orkufyrirtækið Geysi Green Energy. Hannes Smárasson, forstjóri FL Group, verður stjórnarformaður Geysis Green Energy, enda FL Group leiðandi hluthafi. Í lok apríl 2007 kaupir Geysir Green Energy 15% hlut ríkisins í hitaveitu Suðurnesja á yfirverði eða fyrir 7,6 milljarða króna. Ekki náðist í Illuga Gunnarsson vegna málsins í dag. Mikil ólga innan Sjálfstæðisflokks vegna risafjárframlaga sem flokkurinn þáði framkvæmdastjórinn sagði af sér í dag. Við segjum ykkur fyrst frá því að gríðarleg ólga innan Sjálfstæðisflokksins vegna risaframlaga Landsbankans og FL Group. Framkvæmdastjóri flokksins sagði af sér í dag og mikil óvissa ríkir pólitíska framtíð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar. Höskuldur Kári Schram segir frá. Þingflokkur Sjálfstæðismanna ætlaði að hittast í Valhöll í dag til að funda málið. Þeim fundi var hins vegar frestað með stuttum fyrirvara, svo stuttum að margir þingmenn mættu á svæðið. Forystumenn flokksins hittust á 7. tímanum í dag samkvæmt heimildum fréttastofu og stendur fundurinn enn yfir. Gríðarlega mikil ólga innan Sjálfstæðisflokks eftir að Stöð 2 greindi frá því á miðvikudaginn að FL Group hefði styrkt flokkinn 30 milljónir króna aðeins nokkrum dögum áður en ný lög fjárframlög til stjórnmálaflokka tóku gildi. Flokkurinn fékk á svipuðum tíma styrk frá Landsbankanum upp á 25 milljónir króna. Andri Óttarsson, framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, sagði af sér í dag vegna málsins. Greta Ingþórsdóttir, fyrrverandi aðstoðarmaður Geirs H. Haarde, tekur við embættinu tímabundið þangað til ráðið verður í stöðuna. Í yfirlýsingu sem Andri Óttarsson sendi frá sér í dag segist hann ekki hafa átt frumkvæði því að haft var samband við FL Group eða Landsbankan styrkveitingu. Þá segist hann ekki hafa veitt styrkjunum viðtöku. Aðeins Geir H. Haarde hefur axlað ábyrgð í málinu, en liggur þó ekki fyrir hverjir veittu styrkjunum viðtöku fyrir hönd flokksins. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, segist ekki hafa vitað af þessum styrkjum og þá hefur Guðlaugur Þór Þórðarson vísað á bug þeim fréttum að hann hafi haft forgöngu í málinu. Þeir Sjálfstæðismenn sem fréttastofa talaði við í dag draga yfirlýsingar Guðlaugs Þórs í efa og segjast ekki vera sannfærðir sakleysi hans í málinu. Því ljóst að gríðarlega mikil óvissa ríkir pólitíska framtíð Guðlaugs Þórs. Höskuldur Kári Schram sagði frá og heldur áfram. Því 9 fyrirtæki styrktu Sjálfstæðisflokkinn ríflega 80 milljónir króna á árinu 2006. Landsbankinn styrkti flokkinn tvisvar, fyrst 5 milljónir króna, síðan 25 milljónir. Fyrri styrknum verður ekki skilað. Sjálfstæðisflokkurinn birti í morgun lista yfir þau fyrirtæki sem gáfu meira en 1 milljón króna í styrk árið 2006. 9 fyrirtækir að ræða sem gáfu alls 80 milljónir og 900.000 krónur. Flokkurinn fekk 2 styrki frá Landsbankanum þetta ár, sá fyrri nam 5 milljónum króna og sá seinni 25 milljónum. Fram kemur á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins að fyrra framlagið hafi verið komið inn á reikning flokksins áður en það seinna barst. Flokkurinn telur að það framlag sé innan eðlilegra marka og verði því ekki endurgreitt. FL Group styrkti flokkinn 30 milljónir eins og Stöð 2 greindi frá á miðvikudaginn. Glitnir styrkti flokkinn 5 milljónir og Kaupþing 4. Exista gaf 3 milljónir. 2 fyrirtæki gáfu 2 milljónir, MP fjárfestingabanki og Tryggingamiðstöðin. Þá gaf Straumur Burðarás 2,5 milljón og Þorbjörn HF 2 milljónir og 400.000 krónur. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, veit hverjir höfðu forgöngu að afla 20 milljóna króna styrkja frá Landsbankanum. Þeir eigi að gangast við ábyrgð. Bjarni Benediktsson veit nú hverjir það voru og ætlar að upplýsa síðar málið. Mikil ólga í Sjálfstæðisflokknum. Krafa þingmann á frambjóðanda virðist öll í eina átt, upplýsa verði hverjir áttu hluta máli og þeirra axla ábyrgð.
Formaður flokksins situr nú á fund með þingflokknum. Andri Óttarsson lét af starfi sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í dag. Hann segir það þjóna best hagsmunum flokksins við núverandi aðstæður. Greta Ingþórsdóttir tekur við starfi Andra. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, segir að þeir sem hafi haft forgöngu að afla tugmilljóna króna styrkja frá FL Group og Landsbankanum til flokksins eigi að gangast við ábyrgð sinni. Hann veit hverja er að ræða. Í yfirlýsingu Andra Óttarssonar vekur athygli að hann segist hafa starfað samhliða fráfarandi framkvæmdastjóra, Kjartani Gunnarssyni, fram að árslokum 2006. Það stangast á við fullyrðingar Kjartans að hann hafi hætt með öllu í októberbyrjun. Kjartan segir að til að flokkurinn bæti traust sitt eftir málið verði þeir sem höfðu forgöngum styrkina að stíga fram og axla ábyrgð. En þá hefur það ekki komið fram hverjir það voru sem hafðu samband við þessi tvö fyrirtæki, FL Group og Landsbankan. Nú, ég hef haft aðstöðu til þess að kynna mér það, hvernig þetta bar að í Landsbankanum. Og það bar ekki að með þeim hætti að Andri Óttarsson hefði samband við Landsbankan. Hvernig bar það að? Ég get ekki upplýst nöfn á fólki í því sambandi, en... Komst þú þar nærri? Ég kom ekki þar nærri, nei. Ég hef greint forystu Sjálfstæðisflokksins frá því hvernig þetta mál bar að í Landsbankanum. En þarf almenningur ekki að vita hvernig þetta mál bar að? Jú, mér finnst það, en það hvílir svo skylda fyrst og fremst á þeim sem að hafðu samband við Landsbankan og önnuðust málið fyrir Sjálfstæðisflokkin. Þeir vita það sjálfir að þeir gerðu það og þeim ber að skýra frá því. Hver telur þú að hafi haft samband við Landsbankan og haft forgöngu þessi styrki? Ég ætla ekki að tjá mig neitt frekar það á þessu stígi. Ég vil að þeir sem að gerðu það fái kost á því að gera hreint fyrir sínum dyrum sjálfir. En þú hefur vitneskju það? Já. En lokaðir þú ársreikningi flokksins fyrir árið 2006? Nei, endurskoðendur flokksins gerðu það og hann var væntanlega afgreiddur einhvern tímann á árinu 2007. Og þú sem framkvæmdastjóri flokksins á þessum tíma, þar að segja við hlið Andra Óttarssonar, þú lagðir enga blessun yfir ársreikning flokksins á þessum tíma? Ég bara fjallaði hann með endurskoðendum flokksins fyrir þann tíma sem að ég gegndi starfinu. Kjartan segir það ekki hafa flögrað að sér að segja sig úr miðstjórn Sjálfstæðisflokksins. Mikil ólga í Sjálfstæðisflokknum vegna styrkjamálsins. Krafa þingmanna og frambjóðanda virðist öll í eina átt. Upplýsa verði hverjir áttu hlut að máli og þeir að axla ábyrgð. Mikill titringur hefur verið innan Sjálfstæðisflokksins í dag. Mjög erfitt og oft ómögulegt hefur verið að ná í þingmenn og helstu ráðamenn flokksins. Þeir sem í hefur náðst vilja lítið gefa upp stöðu mála. Það er þó ljóst að frambjóðendur og þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru einhuga í málinu. Þeir vilja að upplýst verði hverjir vissu af styrkveitingunni, hverjir samþykktu hana og hverjir stóðu fyrir henni. Þessir menn verði síðan að axla ábyrgð, fyrr náist engin sátt innan flokksins. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, tekur ennfremur undir þetta. Menn viðurkenna að málið kom upp á versta hugsanlega tíma. Örfáir dagar séu í kosningar og öllum ljóst að málið geti haft mikil áhrif á úrslit þeirra. Fámennur hópur forystumanna flokksins virðist hafa setið á fundum stanslaust í allan dag. Aðrir flokksmenn virðast lítið vita stuðu mála en bíða spenntir eftir niðurstöðunni. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, segist hafa aflað sér upplýsinga hverjir stóðu að því að afla styrkja frá FL Group og Landsbanka síðla árs 2006 og veitaði viðtöku. Hann muni upplýsa síðar hvernig málum var háttað. Við náðum tali af Bjarna Benediktsssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins, nú rétt fyrir fréttir. Ég hef verið í samskiptum við flokksmenn og ég hef stíði núna út af þingflokksfundi til þess að eiga þetta viðtal. Það sem við erum nú bara að ræða málið vítt og breytt. Í dag ákvað framkvæmdastjóri flokksins að segja starfi sínu lausu. Ég sem nýkjörinn formaður flokksins, ég harma að þetta sé að koma upp á þessum tímapunkti. Ég tel mig hafa gripið til allra ráðstafana til þess að leiðrétta þennan leiða atburð með því að endurgreiða upphæðina, með því að opna bókhald flokksins. Flokkurinn er í miðjum klíðum við að endurheimta traust. Þessir atburðir, þessar styrkveitingar sem eru núna 2,5 árs gamlar, eru auðvitað alveg skelfilega óheppilegar fyrir okkur og mikið leiðindamál fyrir alla flokksmenn. En ég hef gert allt það sem ég get
sem formaður flokksins til þess að bregðast við því og tryggja að við getum núna ótrauð haldið inn í kosningabarn. En nú hefur fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins Kjartan Gunnarsson sagt í fréttum hér að hann hafi upplýst forystu flokksins og þar á meðal þig það hverjir sá það að afla þessara styrkja og veita viðtöku. Hverjir eru þetta? Ég í dag búin að vera að afla með frekari upplýsingar um þetta mál en ég get ekki tjáð með frekar um það að svo stöddu. Ég mun gera það síðar. Formenn sjálfstæðisfélagana í Reykjavík lýsa yfir fullum stuðningi við Guðlaug Þór Þórðarson alþingismann og lýsa furðu sinni á þeim málatilbúnaði sem verið hefur í kringum fjáraflanir á vegum flokksins og því hvernig nafn Guðlaugs Þórs Þórðarssonar hefur verið dregið inn í þá umræðu. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem formennirnir sendu frá sér nú fyrir stundu. Þar segir enn fremur að þáverandi forysta sjálfstæðisflokks beri ábyrgð á að tekið hafið á móti styrkjunum, ekki Guðlaugu Þór. Fram hefur komið lét Andri Óttarsson af störfum sem framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í dag. Ástæða afsagnarinnar eru styrkjamál Sjálfstæðisflokksins og segir hann það þjóna best hagsmunum flokksins að hann láti af störfum. Andri hóf störf fyrir Sjálfstæðisflokkin í október 2006 og starfaði samhliða Kjartani Gunnarsinni fráfarandi framkvæmdastjóra til ársloka það ár. Í yfirlýsingunni segir Andri ekki hafa átt frumkvæði að því að haft var samband við FL Group eða Landsbankanum styrkveitingu til flokksins og hann hafi ekki tekið ákvörðun að veita styrkjunum viðtöku. Andri segist hafa borið ákvörðun sína afsögn undir Bjarna Benediktsson formann flokksins í dag. Andri segir ákvörðunina þungbara fyrir sig en þó léttvæga í samanburði við hagsmuni flokksins. Andri vildi ekki koma í viðtal vegna afsagnarinnar. Þáverandi stjórnarmaður og stór hluthafi í FL Group og þáverandi yfirmaður hjá Landsbanka höfðu milligöngu styrki til Sjálfstæðisflokksins. Þeir segja Guðlaug Þór Þórðarsson hafa beðið á að leggja flokknum lið, hann hafi ekki aðhafst frekar. Guðlaug segir öflina flokksins hafa unnið gegn sér. Þáverandi stjórnarmaður og stór hluthafi í FL Group og þáverandi yfirmaður verðbréfadeildar Landsbankans höfðu milligöngu að FL Group og Landsbankin veittu Sjálfstæðisflokknum 20 milljóna styrki. Þeir segja að Guðlaugur Þór Þórðarsson alþingismaður hafi hvatt þá til að safna fé fyrir flokkinn en hann hafi að öðru leyti ekki komið að málinu. Heimir Már Pétursson. Steinþór Gunnarsson, fyrrverandi yfirmaður verðbréfadeildar Landsbankans og Þorsteinn Jónsson, starfandi stjórnarformaður Vífilfells, sendu frá sér yfirlýsingu seinnipartinn í dag þar sem þeir greina frá því að þeir hafi óskað eftir styrkjum til Sjálfstæðisflokksins frá FL Group og Landsbankanum seinnipart árs 2006. En Þorsteinn var einnig í stjórn FL Group og hluthafi í félaginu á þessum tíma. Í yfirlýsingunni segja þeir að Guðlaugur Þór Þórðarsson alþingismaður hafi hvatt þá til að afla fjár fyrir flokkin þar sem fjárhagsstaða hans hafi verið afar báborin. En þar með hafi hluti Guðlaugs Þórs í málinu verið lokið. Steinþór átti frumkvæði að því að óska eftir styrk frá Landsbankanum þar sem hann var starfsmaður en Þorsteinn óskaði eftir styrknum frá FL Group. Þeir segja að styrkurinn hafi síðan verið greiddur inn á reikning Sjálfstæðisflokksins og á ábyrgð flokksins að taka við fjármununum. Þá hafi það verið á forræði umræddra fyrirtækja að ákveða hversu háir styrkinir voru. Þeir Steinþór og Þorsteinn harma að þessi atburðarás hafi verið gerð tortryggileg til að við báðir starfað innan Sjálfstæðisflokksins til margra ára og áratuga og þótt sjálfsagt að svara kallinu og leggja flokknum lið. Og í framhaldi af þessu skiptum við nú yfir í Valhöll þar sem Heimir Már fréttamaður okkar nú stattur ásamt Bjarna Benediktsinni, formanni Sjálfstæðisflokksins. Yfir til þín, Heimir. Já, takk þetta. Við erum einmitt hér í Valhöll með Bjarna Benediktsson og eftir þessa frétt af yfirlýsingu þeirra félaga þá liggur kannski beinast við að spyrja þig, Bjarni. Þeir vísa til þess að það séu auðvitað ábyrgð flokksins að taka við þessum styrkjum. Var það dómgreindarskortur á sínum tíma að taka við svona háum styrk á þessum tíma? Já, ég tel að það hafi verið rangt að gera það og frelsinu til þess að þiggja styrki frá fyrirtækjum fylgdi ekki nægilega ábyrgð í þessu tilviki. Þannig að ábyrgð, eins og Geir Haarde fyrrverandi formaður hefur lýst yfir að hann taki pólitíska ábyrgð á þessu, það var þá dómgreindarskortur að hans hálfu? Já, það er auðvitað fyrir hvern og einn að velja sér hugtök í þessu. Þetta voru mistök í það minnsta. Það var rangt mat að það væri eðlilegt að færa þetta fé í bækur flokksins og mér finnst hann hafa stigið fram og gert mjög vel grein fyrir því að það var hann sem að tók ákvörðun þetta, framkvæmdastjóri flokksins sem að þá var hér að störfum, bar þá ákvörðun undir hann og hún var tekin af formanni og hann hefur axlað sína ábyrgð á því. Þannig að framkvæmdastjórinn sem þá var á störfum, þá ert að meina Kjartan Gunnarsson? Ég er nú að vísa í Andra Óttarsson sem var þá að setja sig inn í störfin hérna sem nýr framkvæmdastjóri. Hann hefur greint mér frá því og Geir líka að ákvörðunin hafi verið Geirs.
En fyrrverandi framkvæmdastjóri hefur ítrekkað lýst því yfir að hann hafi ekkert vitað að þessum styrkjum á sínum tíma, en við höfum heimildi fyrir því að hann hafi vitað að þessu á þeim tíma sem styrkirnir komu. Hvers vegna telur að hann vil ekki gangast til því að vita þetta? Já, það er auðvitað langbest fyrir þig og fréttastofuna að eiga millilega laus samskipti við þá sem að þú ert að vísa til hér. Fyrir mér er það augljóst að þeir sem að voru hér á skrifstofunni og gengdu æðstu embættisstörfum höfðu vitneskju að styrkur hafði borist. Það sem að máli skiptir hins vegar er ekki þetta, heldur hitt hver tekur ákvörðun að færa þær upphæðir í bækur flokksins. Þannig að það er alveg klárt eins og þú segir að þeir sem unnu hér átt að vita þess að það er með Kjartan. Ég tel að báðir framkvæmdastjórarnir, Kjartan sem var þá að ljúka störfum og Andri sem var að hefja störf, hafi haft vitneskju eftir að styrkurinn kom í hús. En fyrir mér skiptir það í sjálfsög engu máli. Það sem skiptir máli er að formaður flokksins tók ákvörðun að veita styrkjunum viðtöku. Það má kannski orða það þannig betur, það er korter í kosningar. Það eru 2 vikur frá með deginum í dag, þannig Íslendingar ganga að kjörborðinu. Þú ert nýbúin að taka við skútunni, býstu við að flokkurinn nái sér upp eða verði kannski fyrir mesta afhróði sem hann hefur orðið fyrir í kosningum hingað til? Nei, okkur langar til að fara núna að tala við kjósendur. Við eigum brýnt erindi vegna mála sem að snerta heimilin og fyrirtækin. Við erum með glæsilegan hóp frambjóðenda all land. Óttast ekki áhrifin af þessu? Ég hef sagt það núna í langan tíma. Okkar verkefni er að endurheimta traust kjósenda. Við erum tilbúin í það verkefni. Við bíðum eftir að komast út til kjósenda til þess að ræða við þá. Þetta mál hefur auðvitað verið að þvælast fyrir okkur. Og það mun takast? Nei, en það mun takast þér? Það mun takast. Það er verkefni okkar og við erum samtaka og ætlum okkur að ná árangur í því. Ein spurning, það eru margar sögur á Kreikibjarni og okkur hefur borist frá nokkrum stöðum, frá nokkrum heimildamönnum að þú hafir farið til Bandaríkjanna í boði Hannesar Smárasonar á NBA-leik árið 2007 í einkaþotu hans. Er það rétt? Það er ekki rétt. Ekki þegar neitt slíkt boð? Ég hef ekki farið með Hannesar Smárasinni í einkaþotu hans í neinar boðsverðir. Aftur bara við höfum örfá 40 mínúti eftir kannski þing hefst á þriðjudagsbjarni. Stóra málið sem það verið að ræði þinginu, stjórnarskrármálið, reiknar með að það verði áfram málið sem rætt verður á þriðjudag og miðvikudag í þinginu eða að önnur mál komist að? Ég vona að önnur mál komist að. Það eru önnur mál sem eru brýnni og við eigum auðvitað að finna lendingu í þessu stjórnarskrármáli. Það er allt of fáir dagar til kosninga til þess að menn séu að karpa það mál núna. Ég held að við hljótum að finna lendingu núna flokkarnir saman það hvernig við ljúkum þingstörunum. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, takkaði kærlega fyrir að veita okkur tíma og koma hér og ræða okkur í beinni útsendingu. Látum þessu þá lokið frá Valhöll. Takk fyrir það, Heimir Már, og við höldum áfram. Nú, Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í þessu viðtali að hann teldi að báðir framkvæmdastjórarnir þáverandi, Kjartan Gunnarsson og Andri Óttarsson, hafi haft vitneskju styrkina eftir að styrkirnir komu í hús, eins og hann orðaði það. Þetta sagði Kjartan hins vegar í fréttum Stöðvar 2 í fyrradag. Ég veit ekki betur en að ég hafi sagt frá því líka. Ég hafi heyrt að þessum styrkjum í fréttum eins og flestir aðrir. Þannig að þú vissir ekki af þessum styrkjum fyrir en að fréttastofan greindi frá þessu núna í vikunni? Ég held ekki, nei. Guðlaugur Þór Þórðarson telur að ákveðin öfl innan Sjálfstæðisflokksins hafi unnið gegn sér. Hann hefur ekki íhugað að segja af sér. Guðný Helga Herbertsdóttir tekur við. Öll spjót hafa beinst að Guðlaugi Þór síðustu daga en hann telur að ákveðin öfl innan flokksins hafi að undanförnu unnið gegn sér. Það að láta Agnesi Bragadóttir fjalla mín mál er svona álíka hlutlaust eins og að ég myndi fjalla málefni Ögmundar Jónassonar. Og fyrir hvernig er Agnes þá að vinna? Ég held að það þekki það allir. Hún hefur ekkert farið dult með sínar pólitísku skoðanir og ég hefði helst ekkert vilja ræða það. Getur ekki sagt að hvaða öfl það eru sem að vinna gegn þér? Ég held að allir viti það og ég ætla ekki að ræða það. Ég held að skipti máli fyrir okkur sjálfstæðismenn að standa saman. Agnes Bragadóttir sagði í samtali við fréttastofu að svona ummæli væru ekki svara verð. Sannleikurinn munu koma í ljós að lokum. Guðlaugur segir að það hafi ekki verið farið þess að leit við hann að hann sagði af sér. Hann hafi heldur ekki íhugað þann möguleika. Ef það er svo að ég þarf að segja af mér vegna þess að ég hvet menn til þess að leggja Sjálfstæðisflokknum lið við aðstæður eins og þessar eða bara almennt, að þá er nú ekki mörgum stætt á því að vera í pólitík.
Sagði Guðlaugur Þórðarsson. Sigurjón Þ. Árnason, fyrrverandi bankastjóri Landsbankans, tók ákvörðunina að styrkja Sjálfstæðisflokkinn 25 milljónir, einn og óstuddur. Hinn bankastjóri bankans og bankaráð komu hvergi nærri ákvörðuninni. Þessi styrkur var meðhöndlaður á allt annan hátt en 5 milljóna króna styrkurinn sem var veittur fyrr á árinu 2007. Guðný Helga Herbertsdóttir með þá frétt. Venjan innan Landsbankans var svo að ákvarðanir styrki væru teknar í samráði við báða bankastjórana og lykilmenn í bankaráði. Ákveðna viðmiðunarreglur höfðu verið settar í tengslum við styrkveitingar þar sem gæti átti jafnræðis. Áralöng venja bankans var að styrkja stjórnmálaflokkana svipaðar upphæðir. 5 milljóna króna styrkurinn sem Landsbankin veitti Sjálfstæðisflokki fyrr á árinu 2007 var í fullu samræmi við þessar venjur. Hins vegar var 25 milljóna styrkurinn veittur með öðrum hætti. Samkvæmt heimildum fréttastofu tók Sigurjón Þ. Árnason, þáverandi bankastjóri Landsbankans, einn ákvörðun að veita styrkinn. Halldór J. Kristjánsson sem einnig var bankastjóri og bankaráðið voru ekki með í ráðum. Var þetta talin vera óvenjuleg afgreiðsla á styrkinnan bankans og hermaheimildir að menn innan hans hafi undrast þetta mjög. Fréttastofa hefur undanfarna daga ítrekað reynt að ná tali af Sigurjóni án árangurs. Guðlaugur Þór Þórðarsson bað Þorstein M. Jónsson í árslok 2006 að safna fé fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá Þorsteini sem var varaformaður stjórnar FL Group á þessum tíma. Guðlaugur Þór Þórðarsson býst ekki við að málið hafi haft slæm áhrif á sína stöðu og vonar að það hafi ekki skaðað Sjálfstæðisflokkinn. Við ræðum við Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins, í fréttatímanum. Gunnar Helgi Kristinsson, stjórnmálafræðingur, segir styrki FL Group og Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins vekja spurningar hvort flokkurinn hafi þegið mútur. Guðlaugur Þór Þórðarsson hafði samband við Þorstein M. Jónsson og Steinþór Gunnarsson í árslok 2006 og bað þá að safna fé fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Í yfirlýsingu segir að Þorsteinn, sem sat í stjórn FL Group, hafi leitað þangað eftir styrk og Steinþór, sem starfaði hjá Landsbankanum, hafi leitað til bankans. Þorsteinn M. Jónsson og Steinþór Gunnarsson sendu frá sér yfirlýsingu málið í dag. Þeir vildu hins vegar ekki veita fréttastofu viðtal. Í yfirlýsingunni segjast þeir hafa átt þátt í að safna fé fyrir Sjálfstæðisflokkinn í desember 2006. Aðkomu þeirra á söfnuninni hófst þegar Guðlaugur Þór Þórðarsson, alþingismaður, hafði samband við þá og tjáði þeim að fjárhagsstaða flokksins væri afar bágborin. Guðlaugur hafi hvatt á til að safna fé fyrir flokkinn. Eftir það hafa hann ekki haft frekari afskipti af málinu. Í yfirlýsingunni segjast Þorsteinn og Steinþór hafa starfað innan Sjálfstæðisflokksins í mörg ár. Þeim hafi því þótt sjálfsagt og eðlilegt að leggja flokknum lið. Þeir hafi haft samband við fjöldafyrirtæki í þeim tilgangi. Þorsteinn var varastjórnarformaður FL Group á þessum tíma. Í yfirlýsingunni segist hann hafa átt frumkvæði því að óska eftir styrk frá FL Group. Steinþór, sem fyrrverandi forstöðumaður verðbréfamiðlunar Landsbankans, hafði frumkvæði því að óska eftir styrk frá Landsbankanum. Þá segir að það hafi verið á forræði fyrirtækjanna tveggja að ákveða endanlega hversu háa styrki þau veittu. Það hafi síðan verið á ábyrgð Sjálfstæðisflokksins að taka við peningunum. Þá segja Þorsteinn og Steinþór að þeir harmi að ýmsir hafi reynt að gera málið tortryggilegt. Þeir hafi aðeins verið að leggja Sjálfstæðisflokknum lið í miklum fjárhagserfiðleikum. Og Aðalbjörn Sigurðsson, fréttamaður, fyrir utan Valhöll og hjá honum Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins. Já, Bjarni, ef við bara byrjum strax, telur þú með þessar yfirlýsingu Þorsteins og Steinþórs að þið hafi gert hreint fyrir ykkar dyrum? Já, ég tel nú reyndar að það hafi gerst þegar að formaður flokksins fyrrverandi lýsti því hvar ábyrgðin í málinu lægi fyrir og frá þeim tíma hefur mér nú þótt það sem að mestu skiptir hafa komið fram. En sáttu með þessi málulok innan flokksins? Það held ég að hljóta að vera. Það liggur alveg fyrir hver atburðarás hlutana var en öllu skiptir eins og ég var að segja og vil ítreka að endanlega ákvörðun það að veita styrkjánum viðtöku, hún var tekin af formanni flokksins. En það hljóta einhver fleiri hafa vitað þessu máli heldur en þessi þrír sem hefur verið talað þar að segja Þorsteinn, Steinþór og Davíð og Geir á Horti. Já, ég hygg að það hljóta hafa verið vitneskju þetta hjá framkvæmdastjóra flokksins og ég skynja mikinn áhuga á því að menn vilja vita hverjir hafi haft upplýsingar málið. Fyrir mér skiptir mestu hvar ábyrgðin liggur í málinu og fyrrverandi formaður flokksins hefur axlað þá ábyrgð.
En ef við höldum okkur aðeins við það hverju vissu þetta, þú talar framkvæmdastjóra, þú ert að tala að Kjartan Gunnarsson hafi vitað af þessu. Já, Kjartan var auðvitað að ljúka störfum á þeim tíma sem þetta var. Mér finnst líklegt að vegna þess að þessar greiðslur komu inn að ég hygg áður heldur en hann endanlega lætur á störfum þó að hans formlega ábyrgð hafi ekki verið nema fram í október, að hann hafi haft vitneskju um það en hann hafi hvorki frumkvæði að því að fá greiðslurnar í hús, né heldur tók hann ákvörðun það að við þeim skildi tekið. En hefur þetta áhrif á stöðu Kjartans í miðstjórn flokksins? Ég tel að það sé ekki, svo sé ekki. En málefni þetta hefur verið tengt við Reykjavík Energy West og Geysi Green Energy. Telur að þetta mála, eða þessi styrkir hafi haft á einhvern hátt áhrif á stefnu flokksins í því máli? Nei, mér finnst það alveg fráleit kenning. Þegar að menn skoða rás atburða í þeim málum að þá kemur nú í ljós að það voru einmitt sjálfstæðismenn sem að urðu þess valdandi að ekkert varð úr þeim áformum sem að þar voru uppi. Þannig að það er bara skýrt í þínum huga og þarf ekkert neinna rannsóknar við en slíkt? Nei. Takk fyrir það Bjarni og með því látum við þessu lokið héðan frá Valhöll. Takk fyrir það Albjörn. Við höldum áfram með sama mál því Guðlaugur Þór Þórðarson telur að upplýsingar að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið 20 milljóna króna styrki frá FL Group og Landsbankanum hafi ekki haft neikvæð áhrif á hans stöðu. Hann harðneitar að hafa nokkuð vitað styrkina. Við erum í Elliðaádalnum í Reykjavík. Klukkan 2 og árlegt páskaeggjahlaup Sjálfstæðisflokksins er rétt að hefjast. Það er Guðlaugur Þór Þórðarson sem ræsir hlaupið. Þetta gengur út á það að þegar ég set þetta á stað hérna á eftir og en ekki fyrr að þá hlaupa allir krakkarnir og finna páskaegg. Páskaegg hafa hins vegar varla verið ofarlega í huga Guðlaugs síðustu daga. Hans nafn hefur ítrekað komið upp í tengslum við 20 milljóna styrkveitingar FL Group og Landsbankans árið 2006. Vissirðu af þessum styrkjum á sínum tíma, já eða nei? Ég vissi ekki af þessum styrkjum á þeim tíma og ég reyndi að halda mig langt frá því eins og hægt er. Og varðandi þessa styrki sem hafa farið til flokksins, ég er í fyrsta skipti að sjá þennan lista yfir þessa styrktaraðila og þessar upphæðir. En þín staða, heldur hvað áhrif hefur þetta haft á hana? Ég tel þetta ekki hafa neina áhrif á mína stöðu. Það liggur alveg fyrir hver mín aðkoma þessu máli er. Og það er svo að hafa samband við ákveðna einstaklinga og hvetja til þess að taka þátt í fjársöfnun fyrir Sjálfstæðisflokkinn þegar hann var í afskaplega erfiðari stöðu. Þessir einstaklingar sem þú talar að þú hefur haft samband við, getur þú gefið upp hverju þeir eru? Ég segi, máli er í höndu formannsins sem að leiða það til lykta. Hvað þýðir það? Það er nú bara að hann klárar þetta mál ef að þannig má orði komast. Hvað er til að klára? Þetta er hans forystu. Það er auðvitað formannsins, ég tala ekki umboði formannsins eins og menn þekkja, hann gerir það sjálfur. En hefur þetta skaðað flokkinn? Ég vona ekki, við skulum sjá hvernig það þróast. Við erum náttúrulega fyrst í flokkunum sem er að leggja spilin á borðið eins og raunber vitni og ég vonast til þess að við munum styrkjast á næstunni. Þetta tefur auðvitað vinnuna sem að skipti máli sem er að við förum að vinna í það sem snýr að þessari kosningabaráttu. Styrkveitingar FL Group og Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins eru úr hófi, segja þingmenn flokksins. Málið leggist þungt á flokksfélagana. Sjálfstæðismenn leituðu einnig að páskaeggjum við Ægisíðuna í dag. Hvað finnst þér þetta mál sem komið upp í flokknum með þessa styrki sem voru fengnir frá FL Group og Landsbankanum? Ég ætla alltaf að spyrja mig eggin hérna, ég er bara að finna egg. Þetta er vandræðamál og eiginlega alveg út allir kortið þessi styrkir. Vekur þetta ekki spurningar jafnvel útþægni? Vissulega, það þarf að fara mjög nákvæmlega ofan í þetta svo að fá fulla skýringa á þessu. Gunnar Helgi Kristinsson, stjórnmálafræðiprófessor, sagði í hádegisfréttum útvarpsins að þetta væri líklega ein alversta kreppa sem flokkurinn hefur lent í. Ertu sammála því? Ekki spurning. Þetta er vond krísa en hins vegar þá held ég að svona vandamál sem uppkoma geti bara orðið til þess að styrkja okkur. Þetta mál er auðvitað erfitt fyrir okkur öll. Þetta er óþægilegt mál en hins vegar þá sýnist mér að forystan sé að taka þannig á þessu með því að opna bókhaldið og veita upplýsingar, endurgreiða styrkin og þess áttar að þau mistök sem hafa átt sér stað í þessu máli þau verða leiðrétt. Finnst þér einhverjir þingmenn verða að segja af sér? Ég ætla ekkert að dæma það á þessu stigi málsins. Skulum bara sjá hvað kemur út úr þessari athugun í dag.
Ég myndi allavega að segja að þetta sé ákaflega erfið staða en við getum komist út úr henni ef að rétt á málum haldið. Það hafa mjög margir áhyggjur af þessu máli og það leggst þungt á okkur sjálfstæðismenn. Þegar þú segir þessi hlutir ekki ásættanlegir, hvaða hlutir þá nákvæmlega að tala um? Já, þessar styrkveitingar og viðtaka þeirra, þessi styrkir eru úr öllu hófi og ekki samræmi við það sem viðgengist hefur í Sjálfstæðisflokknum. Skömmu áður en Sjálfstæðisflokkurinn tók við þessum styrkjum sagði fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins að nauðsynlegt væri að takmarka möguleika auðmanna sem gætu haft áhrif á stjórnmálaflokkana. Nefnd fjármál stjórnmálaflokkana skilaði skýrslu í nóvember 2006. Hugmyndir nefndarinnar gengu út á að engin stjórnmálaflokkur eða frambjóðandi fengi hærri styrk en 300.000 krónur á ári frá einu fyrirtæki. Varaformaður nefndarinnar var þáverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Mér finnst nauðsynlegt að reisa við því skorður að ofursterk fyrirtæki fjárhagslega og ofur efnaðir einstaklingar geti með fjárframlögum haft veruleg áhrif á stjórnmálalífið og stjórnmálastarfsemin í landinu. Mánuði síðar varð frumvarp byggt á niðurstöðu nefndarinnar að lögum frá Alþingi. Í lögunum segir að tilgangur þeirra sé að kveða á fjárframlög til stjórnmálaflokka, draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi í fjármálum. Markmið þeirra sé að auka traust á stjórnmálastarfsemi og efla lýðræði. Viku eftir að lögin voru samþykkt 29. desember tók Sjálfstæðisflokkurinn við 30 milljóna króna styrk frá FL Group. Fyrir liggur að Landsbankinn styrkti Sjálfstæðisflokkinn 25 milljónir en ekki hefur verið upplýst hvenær sá styrkur var greiddur út. Fyrsta dag janúarmánaðar 2007, 3 dögum eftir að Sjálfstæðisflokkurinn tók við styrknum frá FL Group, öðluðust lögin gildi. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði, segir styrki FL Group og Landsbankans vekja spurningar hvort Sjálfstæðisflokkurinn hafi þegið mútur. Málið kemur upp á afar slæmum tíma fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Fylgið 10% stigum minni en í síðustu kosningum og aðeins hálfur mánuð til næstu þingkosninga. Málið það fyrsta stóra sem nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins þarf að takast á við. Kannski bara óraunhæft að búast við því að nýr leiðtogi sem ekki búin að vera neitt mjög lengi í pólitík, að hann ná að höndla aðstæður þessu með mjög samfærandi hætti, en hann virðist ekki hafa gert það. Nokkrum dögum eftir að Sjálfstæðisflokkurinn þáði styrkina, tóku gildi lög sem banna flokkum að þiggja meira en 300.000 krónur í styrki frá lögaðila. Gunnar Helgi segir augljóst að koma átti peningunum í hús áður en lögin tóku gildi. Nokkrum mánuðum seinna taka fulltrúaflokksins þátt í því að reyna að koma á fót fyrirtæki í samráði við þann aðila sem veitti honum þennan stóra fjárstyrk. Og þetta vekur, bara myndi vekja í öllum löndum alvarlega spurningar það, hvort þarna sé einfallega bara mútustarfsemi að ræða. Þessi krísa núna svona af allavega jafn stór eða ekki, ef ekki stærri, ef að allavega flokknum tekst ekki að svara með sannfærandi hætti. Það ekki nóg að skila styrknum. Þú voru líka að útskýra hvað var í gangi, hvers vegna tókstu við styrknum og hvað gekk mannum til í þessar atburðarás allri. Í raun og veru stefnir bara allt í það að flokkurinn lendi í því að bíða eitt sinn hörmulegasta kosningaósigur sem hann hefur nokkuð tímann lendi í og einangrast í framhaldinu í íslenskri pólitík lengri eða skemmri tíma. Styrkjamál Sjálfstæðisflokksins óverjandi og hrein og klár mistök, segir varaformaðurinn og þvertekur fyrir að vita af háum styrkjum frá FL Group. Ég vissi ekki af styrkjónum 2 til Sjálfstæðisflokksins, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður flokksins háa styrki frá FL Group og Landsbankanum. Hún segir málið óverjandi og hrein og klár mistök af hálfu flokksins að taka á móti styrkjónum. Flokkurinn hafi ekkert að fela, en málið allt gefið tilefni til að skipulag innan flokksins verði endurskoðað. Guðný Helga Herbertsdóttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, segir að hún hafi ekki haft neina vitneskju stóru styrkina 2 til flokksins. Ég heyrði fyrst af þeim í fréttum Stöðvar 2. Þorgerður segir að í sjálfu sér hafi það verið óeðlilegt að varaformaður viti ekki af svo stórum styrkjum á meðan að formaðurinn hafi vitneskju þá. Það líka hins vegar þannig og verklagið innan flokksins hefur verið þannig að varaformaður hefur aldrei haft með fjárhagsmálefni flokksins að gera, aldrei. Hvað finnst þér þessa styrki?
Já, mér finnst þetta að vera óverjanlegt og þetta eru hrein og klár mistök af hálfu flokksins að taka við þeim. Það er eðlilegt að á þessum tíma flokkar hafi leitað sér stuðningsbæði hjá einstaklingum og fyrirtækjum en í svona miklu mæli er í rauninni algjörlega óafsakanlegt. Þorgerður segir að máli gefi tilefni til að skipulag innan flokksins verði endurskoðað og að komið verði upp innri endurskoðun. Hún segir máli vissulega alvarlegt fyrir Sjálfstæðisflokkinn. En það sem að skipti núna mestu máli er að við göngum hreint til verks, að við setjum allt fram, reynum að sýna fólki það að við viljum ekki þessi sömu gömlu vinnubrögð, við viljum að fólk sé vel upplýst innviði flokksins. Við höfum ekkert að fela og við eigum að setja allt fram, við höfum sagt það fram til þess að við höfum ekkert að fela og það eigum einfaldlega að sýna það í verki. Í fréttum okkar í gær kom fram að Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, teldi víst að Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, hefði vitað af styrkjunum. Kjartan hefur þráfallega neitað því. Fréttastofa hefur í dag reynt að ná tali af Kjartani án árangurs. Fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins segist standa við orð sín að hafa ekki vitað af styrkjum FL Group og Landsbankans til flokksins. Annað mátti skilja á orðum formanns flokksins í gær. Engin önnur fyrirtæki kom að styrk FL Group. Stýrihópur málefni REI taldi á sínum tíma að aðkoma FL Group að málinu hafi verið óeðlileg. Fyrrverandi borgarstjóri segir það dylgjur einar að tengsl hafi verið milli REI-málsins og styrks FL Group til Sjálfstæðisflokksins. Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, segist standa við orð sín að hafa ekki vitað af háum styrkjum til flokksins í árslok 2006, rétt áður en ný lög framlög til stjórnmálaflokka tóku gildi. Hann segist ekki hafa fengið Guðlaug Þór Þórðarsson til að aðstoða við að afla fjár. Engin önnur fyrirtæki komið að styrkja FL Group til Sjálfstæðisflokksins. Kjartan sagði í síðustu viku að hann hefði ekki vitað af háum styrkjum frá FL Group og Landsbankanum til Sjálfstæðisflokksins í árslok 2006. Formaður flokksins hafði þetta málið að segja í fréttum sjónvarps í gærkvöldi. Þú ert að tala að Kjartan Gunnarsson hafi vitað af þessu. Já, Kjartan var auðvitað að ljúka störfum á þeim tíma sem þetta var. Mér finnst líklegt að vegna þess að þessar greiðslur komu inn að ég hygg áður heldur en hann endanlega lætur á störfum þó að hans formlega ábyrgð hafi ekki verið nema fram í október. Fréttastofa ræddi við Kjartan nú undir kvöld. Já, ég kýst nú að svo komna máli að tjá mig ekki það sem hann sagði en ég tel nú að ummæli hans hafi verið tekin mjög úr samhengi í fjölmiðlum núna dag og í gær. En þetta er í beinni mótsögn við það sem kom fram frá þér í upphafi þessa máls. Já, það má líta svo á, þannig að ég stend auðvitað við það sem ég hef sagt. Eins og fram hefur komið hafði Guðlaugur Þór Þórðarsson þingmaður flokksins samband við tvo menn, Þorstein Jónsson og Steinþór Gunnarsson, og bað þá að afla fjár fyrir flokkinn. Kjartan segist engan þátt hafa átt í þessu. Nei, ég átti náttúrulega engan atbeina því og hef aldrei beðið kjörinn alþingismann eða kjörinn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að afla fjár fyrir hann. Í yfirlýsingu Geirs Haarde fyrrum formanns Sjálfstæðisflokksins á miðvikudag kom fram að 30 milljóna króna styrkurinn frá FL Group hafi í raun verið styrkur frá mörgum fyrirtækjum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var raunin önnur. Styrkurinn kom eingöngu frá FL Group. Ákvörðun hann var ekki tekin fyrir í stjórn fyrirtækisins heldur af Hannesi Smárasyni, þá forstjóra FL Group. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, dró þá ályktun á atburðarásinni eins og henni hafði verið lýst fyrir honum að báðir framkvæmdastjórar hefðu vitað styrkin og að hann hefði borist flokknum. En Kjartan Gunnarsson hins vegar fullfær að svara því hvort að þetta hafi verið með þessum hætti eða ekki. Þetta að mínu áliti fráleitt að draga nafn Kjartans inn í þessa atburðarás vegna þess að hann hafði ekkert með þau mála að gera sem tengdust þessum styrkjum. Samskipti vegna þessa máls fóru fram fyrst og fremst saman milli Andra Óttarssonar fyrrverandi framkvæmdastjóra og Geirs H. Haarde fyrrverandi formanns sem tók ákvörðun að veita styrknum viðtöku, segir í athugasemd sem okkur hefur borist frá Bjarna Benediktssyni formanni Sjálfstæðisflokksins. Áfram með sama mál. Því stýrihópur málefni REI og Orkuveitunar furðaði sig á því á sínum tíma að FL Group hefði haft bein áhrif á gerð 20 ára einkaréttarsamnings útrásarverkefni Orkuveitunar. Þverpólitískur stýrihópur málefni Reykjavík Energy Invest og Orkuveitunar skilaði skýrslu í febrúar í fyrra. Þar meðal annars fjallað þjónustusamning sem gera átti við REI. Samningurinn átti að veita REI einkarétt til 20 ára á öllum verkefnum Orkuveitunar erlendis og aðganga starfsfólki hennar.
Fyrir þetta átt að greiða 10 milljarða króna. Þá fjallað aðkomu FL Group, stærsta hluthafi Geysi Green Energy, að málinu. Í skýrslu stýrihópsins segir að við vinnu hans hafi komið í ljós að FL Group, sem hafði verulega fjárhagslega hagsmuni af því hvernig þjónustusamningum milli Orkuveitunar og REI yrði, hafi haft bein áhrif á samningsgerðina, eins og fram hafi komið í tölvupóstsamskiptum milli FL Group og Orkuveitunar. Þá segir að þetta verði að teljast óeðlilegt í ljósi þess að samningurinn var á milli tveggja fyrirtækja í meirihluta eigu borgarinnar og formleg staða FL Group gagnvart þeim fyrirtækjum engin. Hópurinn telji þannig að hagsmunum Orkuveitunar hafi ekki verið nægilega vel gætt við samningsgerðina. Í skýrslunni segir enn fremur að stýrihópurinn gagnrýnir sérstaklega þau vinnubrögð að aðkoma einkaaðila verkefninu hafi verið með þeim hætti að einum tilteknum aðila stæði aðildin til boða án þess að eðlilegs jafnræðis hafi verið gætt milli aðila. Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, fyrrverandi borgarstjóri, segist ekki hafa haft hugmynd styrkina frá FL Group og Landsbankanum til Sjálfstæðisflokksins í árslok 2006. Vilhjálmur segir að það séu dylgjur að segja að tengsl séu milli REI málsins og styrk FL Group og virðast settar fram í þeim annarlega tilgangi að draga athyglina frá kjarna málsins. Viku eftir að FL Group styrkti Sjálfstæðisflokkinn tók félagið þátt í stofnun Geysi Green Energy. Markmiðið var að eiga hlut að einkavæðingu orkufyrirtækja. FL Group veitti Sjálfstæðisflokknum 30 milljón króna styrki í árslok 2006. Viku seinna stofnuðu FL Group, Glitnir og VGK Hönnun orkufyrirtækið Geysi Green Energy. Í fréttatilkynningu frá þessum tíma segir að tilgangur félagsins sé að fjárfesta í verkefnum tengdu sjálfbæru orkuframleiðslu víðsvegar heim. Félagið muni einbeita sér að tækifærum í nýtingu jarðvarma, fjárfestingum í þróun og byggingu jarðvarma orkuvera, annast yfirtök á jarðvarma orkuverum í eigu orkufyrirtækja og taka þátt í einkavæðingu orkufyrirtækja þar sem tækifæri gefist. Jafnframt segir FL Group verði leiðandi hluthafi í Geysi Green Energy. 2 mánuðum síðar stofnaði Orkuveita Reykjavíkur sérstakt félag, Reykjavík Energy Invest, útrásaverkefni sín. Á stjórnarfundi REI í júlí var samþykkt að REI og Geysi Green Energy bjóði sameiginleg hlut í orkufyrirtækja Filippseyjum. Í byrjun október samþykkti stjórn Orkuveitunar að stefnt skuli að samruna REI og Geysi Green. Inn í því var einkaréttarsamningur til 20 ára alla útrás Orkuveitunar. Styrkur FL Group til Sjálfstæðisflokksins vekur upp spurningar mútur að mati stjórnarmanns í Orkuveitu Reykjavíkur. Risastyrkur Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins árið 2006 kann að hafa verið ólöglegur samkvæmt hlutafélagalögum. Styrkur FL Group til Sjálfstæðisflokksins vekur upp spurningar mútur að mati Svandísar Svavarsdóttur sem sat í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í REI-málinu. Ingimar Karl Helgason. Fram hefur komið í fjölmiðlum að FL Group tók þátt í samningsgerð milli Orkuveitu Reykjavíkur og Reykjavík Energy Invest á árinu 2007 20 ára einkarétt REI á öllum erlendum verkefnum Orkuveitunar, en þetta var áður en kom til samruna REI og Geysi Green Energy. Svandís Svavarsdóttir, frambjóðandi Vinstri grænna í Reykjavík sem þá sat í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fyrir Vinstri græn, segir að styrkur FL Group til Sjálfstæðisflokksins setji þessi mál í nýtt ljós. Við sáum þarna strax að aðkoma FL Group var óeðlileg, en á þeim tíma hafði ekki komið fram þessi staðreynd að FL Group hafði þá þegar fyrir orð meira að segja Guðlaugs Þórs sem að þá var stjórnarformaður Orkuveitunar afhent Sjálfstæðisflokknum mjög verulegar upphæðir. Þannig að það hlýtur að setja þessi óeðlilegu afskipti FL af samningnum sem var milli REI og Orkuveitunar áður en samruni átti sér stað. Þetta voru þá 2 fyrirtæki 100% í eigu almennings í algjörlega nýtt ljós. Hvaða ljós er það? Já, það er grunnsemdir og það er spurningar sem vakna þegar verulegar fjárhæðir eru afhentar stjórnmálamönnum eða stjórnmálaflokkum og í kjölfarið eru teknar ákvarðanir sem eru í þágu þeirra sem fjármunina afhenda. Er það að tala mútur? Það allavega vekur spurningar slíkt. Og við þetta má bæta Svandís Skorar og Guðlaug Þór Þórðarson og Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson að upplýsa framlög sem þeir fengu í prófkjörum fyrir kosningarnar 2006 og 2007. Fjárframlög Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins árið 2006 var líklega ólöglegt samkvæmt hlutafélagalögum. Styrkurinn var veittur án samþykki stjórnar eða hluthafa. Höskuldur Kári Skram.
Eins og fram hefur komið tók Sigurjón Þ. Árnason fyrrverandi bankastjóri Landsbankans einn ákvörðun að styrkja Sjálfstæðisflokkinn 25 milljónir króna árið 2006. Sú ákvörðun var ekki borin undir bankaráð né Halldór J. Kristjánsson sem starfaði sem bankastjóri við hlið Sigurjóns á þessum tíma. Ákvörðunin þótti óvenjuleg þar sem venjan var að ákvarðanir styrki væru teknar í samráð og með vitund bankaráðs og bankastjóra. Samkvæmt hlutafélagalögum þarf stjórn eða hluthafafundur að samþykkja sérstaklega slíkar ráðstafanir með fjármuni félagsins. Ljóst að það var ekki gert í þessu tilviki. Þá heldur ekki hægt að sjá í samþykktu Landsbanka Íslands HF að bankastjóri hafi heimild til að taka slíkar ákvarðanir án þess að ráðfæra sig við bankaráð. Ásgeir Friðgeirsson, fyrrum aðstoðarmaður Björgólfs Guðmundssonar, fyrrum formanns bankaráða Landsbankans, sagði hins vegar í samtali við Vísi í síðustu viku að ákvörðun Sigurjóns hefði verið eðlileg og ekki brotið gegn reglum bankans. Þeir lögfræðingar sem Fréttastofa talaði við í dag segja málið orka tvímælis. Þeir benda á að jafnvel þó að innri reglu bankans hafi veitt bankastjóra heimild til að veita slíka styrki, sé upphæðin það mikil að eðlilegra hefði verið samkvæmt laganna bókstaf að láta bankaráð fjalla málið. Því sé þessi gjörningur á afar grá svæði. Jafnvel hefði átt að leggja málið fyrir hluthafafund þar sem að ræða háan styrk til eins tiltekins stjórnmálaflokks. FL Group starfaði líkt og Landsbankinn undir hlutafélagalögum þegar félagið veitti Sjálfstæðisflokknum styrk upp á 30 milljónir króna. Skarphéðinn Berg Steinarsson var þá stjórnarformaður FL Group en í samtali við Fréttastofu sagðist hann ekki minnast þess að fjalla hafi verið styrkveitinguna á stjórnarfundi félagsins. Heimildir Fréttastofu herma að Hannes Smárásson, þáverandi forstjóri FL Group, hafi einn ákveðið að veita styrkin. Geir H. Haarde, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokks, hefur viðurkennt að hafa veitt styrkjunum viðtöku. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokks, hefur lýst því yfir að flokkurinn ætli að skila styrkjunum. Styrkveitingar FL Group og Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins skýra hversu hart var gengið fram í sameiningu orkufyrirtækja haustið 2007. Þetta segir Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi og formaður stýrihóps á vegum borgarráðs málið. En mikil óánægja meðal þingmanna Sjálfstæðisflokksins stöðu mála vegna styrkja sem flokkurinn þáði síðla árs 2006. Þrýst hefur verið á Guðlaug Þór að víkja úr efsta sæti á lista Sjálfstæðismanna í Reykjavíkur kjördæmi suður. María Sigrún, þú hefur verið að kanna þetta mál í dag. Já, og það ljóst að þetta mál kemur sér afar illa fyrir Sjálfstæðisflokkin en í dag eru 12 dagar til þingkosninga. En heimildamenn Fréttastofu innan Sjálfstæðisflokksins segjast ekki sætta sig við stöðuna sem nú uppi og segja málinu ekki lokið. Svandís Svavarsdóttir, borgarfulltrúi Vinstri grænna, segir fréttir af styrkveitingum FL Group og Landsbankans til Sjálfstæðisflokksins varpa nýju ljósi á atburðarásina í borginni haustið 2007. En hún formaður stýrihóps málið. Það stóð til að gera þetta á óeðlilegum hraða og meira segja þannig að fundur var ekki boðaður með eðlilegum hætti og raunar ólöglega. Það kom í ljós að það voru þarna kaupréttarsamningar og alls konar gerningar sem voru óeðlilegir og hraðinn var óútskýrður. En ég benti strax á að þessum tíma á þá staðreynd að daginn eftir var haldinn fundur FL Group í London þar sem þurfti að sýna fram á bjartari tíma hjá því félagi. Þannig að strax var kliknaði sú tenging að hagsmunir FL Group væri þarna mjög ofarlega. Í skýrslu stýrihóps málið hafi þetta verið skoðað. En þá hafði ekki komið fram þessi staðreynd sem að núna blasir við og liggur fyrir að þessi sömu aðilar, þar að segja FL Group, höfðu þá fyrir orð Guðlaugs Þórs Þórðarsonar sem að var stjórnarformaður Orkuveitunar afhent Sjálfstæðisflokknum gríðarlegar upphæðir. Og þá vaknar svo spurning, hvað gekk flokknum til á þessum tímapunkti, hvað gekk þeim til Guðlaugi Þór og Geir Haarde og hvað gekk Vilhjálmi Þ til sem var borgarstjóri og pólitískur samverkamaður Guðlaugs Þórs. Þetta böndin berast mjög að þessum hagsmunum og þessum mönnum. Svandi segir að til að allur sannleikurinn komi í ljós þurfi þessir menn að opna bókhald prófkjara sinna fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 og alþingiskosningarnar 2007. En þá ég sérstaklega að tala þá Vilhjálm Þ Vilhjálmsson borgarfulltrúa og Guðlaug Þór alþingismann og auðvitað aðra kjörna fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem að öll kurl virðast fjarri því að vera komin til grafar. Rétt að taka fram að jafnframt því að vera borgarfulltrúi skipar Svandís fyrsta sæti á lista Vinstri grænna í Reykjavíkur kjördæmi suður fyrir þingkosningarnar. En í ljósi þessara ummæla hennar skulum við nú skoða atburðarásina í fyrirhuguðu útrásarævintýri orkufyrirtækjanna og aðkomu Guðlaugs Þórs að henni. Eftir sveitarstjórnarkosningar í maí árið 2006 tók Guðlaugur Þór Þórðarson við stjórnarformennsku í Orkuveitunni. Á þessum tíma satt Guðlaugur Þór jafnframt í nefndum fjármál stjórnmálaflokkana fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins.
Þetta leyti var undirbúningur að útrás íslenskra orkufyrirtækja að hefjast. Þann 9. desember 2006 frumvarp til laga fjármál stjórnmálaflokka samþykkt á Alþingi. Þann 20. desember 2006 óskar Glitnir eftir því að fá að kaupa hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja. Á meðan Guðlaugur Þór Þórðarson lá á spítala með brunasár sem hann fékk nokkrum dögum fyrir jólin 2006, hafði hann samband við varaformann stjórnar FL Group og framkvæmdastjóra verðbréfasviðs Landsbankans og hvatti þá til að safna fé fyrir flokkin. Þann 29. desember styrkir FL Group Sjálfstæðisflokkinum 30 milljónir króna. Þar að auki fékk flokkurinn 30 milljónir frá Landsbankanum. 1. janúar 2007 taka lög fjármál stjórnmálaflokkana gildi. 5. janúar 2007 stofnar FL Group Geysi Green Energy ásamt Glitni og VFGK verkfræðistofunni. Á sama tíma var Landsbankinn einnig að leita leiða til að koma á fót orkuútrásarfyrirtæki. Þann 7. mars 2007 leggja forstjóri og aðstoðarforstjóri Orkuveitunar til að REI verði stofnað til að halda utan útrásarhluta Orkuveitunar. Geysir Green og Atorka höfðu þá þegar sýnt áhuga á samstarfi. Í apríl 2007 kaupir Geysir Green 15% af hlut ríkisins í Hitaveitu Suðurnesja. Þann 12. maí 2007 voru alþingiskosningar og eftir þær tekur Haukur Leósson við stjórnarformennskun í Orkuveitinu af Guðlaugi Þór. Þann 11. september árið 2007 tekur Bjarni Ármannsson, fyrrum forstjóri Glitnis, við stjórnarformennsku í REI af Birni Ársæli Pétursinni, starfsmanni Landsbankans og vini Guðlaugs Þórs. Guðmundur Þóroddsson verður forstjóri REI. 22. september semja Bjarni Ármannsson og Hannes Márásson samruna REI og Geysis Green. 2. október hugmyndir þeirra kynntar fyrir meirihlutanum í borgarstjórn. Daginn eftir það, eða þann 3. október, samrunin samþykktur á stjórnar- og eigendafundi Orkuveitunar. Þann 7. október ganga allir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að oddvitanum Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni undanskildum á fund Geirs H. Haarde og lýsa fyrir honum óánægju sinni með hvernig staðið var að samrunanum. Nokkrum dögum síðar, eða þann 11. október 2007, springur meirihluti sjálfstæðismanna og framsóknarmanna í borginni. Áformum sameiningu REI og Geysis Green náðu því aldrei fram að ganga. Í fréttum okkar á skírdag neitaði Guðlaugur Þór Þórðarson því alfarið að hafa haft forgöngu styrkina sem Sjálfstæðisflokkurinn fékk. Nei, ég hefði það ekki. Hver hafði þá forgöngu að flokkurinn fengi þessa styrki? Ég sjálfur sér þarna ekkert inn í þeim málum. 2 dögum síðar, á laugardag, barst bréf frá Þorsteini M. Jónssyni og Steinþóri Gunnarsyni. Fréttastofan óskaði eftir viðtali við Guðlaug Þór í dag og vildi fá svör við því hvort honum þætti eðlilegt að hann sem stjórnarformaður Orkuveitunar og fyrrverandi nefndarmaður í nefnd fjármál stjórnmálaflokkana hefði samband við varaformann stjórnar FL Group og framkvæmdastjóra verðbréfasviðs Landsbankans til að óska eftir styrkjum sem lagðir voru inn á bók flokksins nokkrum dögum síðar. Guðlaugur neitaði að tjá sig við fréttastofu málið. Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, vildi engu bæta við þegar fréttastofa náði tala honum í dag.